Góðan daginn og velkomin í umhverfisvarpið. Við ætlum að hefja leika eftir svona 2 mínútur. Gefa fólki færi á að komast inn. Þannig að við sjáumst bara hérna eftir smá stund. Jæja, þá held ég mér sé óhætt að byrja. Og góðan daginn og velkomin í umhverfisvarpið. Þorbjörg Sandra heiti ég og með mér í dag hún Gró Einarsdóttir. En hún ætlar að flytja okkur fyrirlesturinn Hvernig getum við stundað grænan lífstíl? Fyrirlestur grænan lífstíl. En áður en ég hleypi Gró að þá langar maður að segja ykkur aðeins hvað umhverfisvarpið er. Það er fræðsla á vegum Umhverfisstofnunar sem sendir út rafrænt og opin öllum. Í umhverfisvarpinu er hinum ýmsu verkefnum stofnunarinnar miðlað áfram af sérfræðingum og kynntar niðurstöður verkefna og rannsókna. Ég var einmitt að segja það rétt áðan, það er rosalega erfitt að segja orðið stofnun með greini, þannig að ég bara byrjaði að vefjast tungum tönn með það. Það hefur áður verið fjallað grænþvott, losunarbókhald, friðlýsingar, umsagnir og mengunareftirlit, svo eitthvað sé nefnt. Og ég hvet ykkur bara til þess að hlusta á gamlar upptökur og þær má finna á vef Umhverfisstofnunar. Markmið umhverfisvarpsins er að stunda markvissa upplýsingagjöf sem er eitt af 8 yfirmarkmiðum Umhverfisstofnunar og einnig að auka þekkingu á verkefnum okkar, auka umhverfisvitund í samfélaginu, auka gagnsæi, auka aðgengi að sérfræðingum og halda fjarfundamenningu á lofti. En aftur að sérfræðingi dagsins og umfjöllunarefninu, en þetta er hún Gró Einarsdóttir. Hún er doktor í félagssálfræði og starfar með mér í teymi græns samfélags hjá Umhverfisstofnun. Hún hefur áhuga á ýmsu tengdu umhverfismálum en kannski sérstaklega áhuga á breytingum á umhverfistengdri hegðun og því að skilja betur ýmiss konar mótstöður við umhverfisbreytingar. Áður en hleypið alveg að, þá ætlum ég bara að benda ykkur á að þið megið skrifa spurningar inn í spjallið jafnóðum. Það er svona spjall sem þið getið fundið hérna, það er svona talblara. Endilega setjið bara spurningar inn jafnóðum og við tökum þær í lok fyrirlestrarins. Þannig að bara gjörðu svo vel, Gró. Takk fyrir og takk allir sem eru að hlusta. Mér þykir mjög vænt að þið séu hérna. Ég ætla að reyna að deila glærum. Hérna, spurning hvernig það gengur. Ég held, já. Svona, sjáu þetta ekki? Þá bara sér þetta. Ég sé þetta. Ok, og svo ætla ég að breyta svona, sér þetta núna, alveg eins. Engin breyting hjá mér. Ok, þá getum við byrjað. Ég ætla sem sagt að tala við ykkur grænan lífstíl og ég ætla að reyna að hafa þetta svolítið létt og skemmtilegt. Og einbeita mér að minni sérþekkingu sem það er þessi, það er manneskjan sem er að hafa áhrif á umhverfið sem ég hef einbeitt mér að. Og venjulega þegar við erum kannski að tala grænan lífstíl í teymi græns samfélags, þá
tölum við svolítið svona mikið alls konar mælingar á stöðu umhverfismála og ég ætla semst ekki að tala það. Þetta eina glæran sem með einhverjum svona náttúrufræðilegum mælingum. En ég bara mæli með heimasíðu Umhverfisstofnunar. Það fullt, hafsjóra fróðleik þar og aðrir sérfræðingar sem eru miklu sérfræðingar í náttúrufræði. En þessi mynd nær kannski einhvern veginn utan það að við erum í miklum vanda hvað varðar mörg umhverfismál. Þetta sem sagt eitthvað sem heitir planetary boundaries eða sem sagt þolmörk plánetunar okkar og þar sem við sjáum svona gulan og appelsínugulan lit þá erum við annarkvort komin á stað sem er hérna yfir öruggt svæði þar sem að örugg þolmörk náttúrunnar og þar sem að þetta orðið appelsínugult þá komið virkilega mikið hættuástand. Og þetta sem sagt til dæmis loftslagsbreytingar þar sem við erum á mjög slæmum stað. Líffræðilegur fjölbreytileiki á jörðinni í mikilli hættu. Hringrás köfnunarefna líka í ójafnvægi og við erum líka búin að breyta landi það mikið að það stefnir í óefni. Þannig að það mikið til þess að hafa áhyggjur af og mikið sem þarf að breyta. En ég ætla ekki að tala þetta hvað það sem við þurfum að breyta og ég veit að það eru margir sem hafa áhuga á því að rífast svo nákvæmlega mælingarnar og fókusera á þetta og líka bara hafa mjög mikla sérþekkingu þetta. En ég ætla alveg bara að henda þessu til hliðar og einbeita mér að þessu hvernig vinnum maður með manneskjur til þess að koma að stað þessum mikilvæga breytingum fyrir umhverfið. Og af því ég sagði að ég ætla að hafa þetta svona létt og skemmtilegt, þá ætla ég að einbeita mér að svona loftslagssögum. Og af hverju mikilvægt að segja sögur? Það náttúrulega nauðsynlegt fyrir árangur í loftslagsmálum og líka öðrum umhverfismálum sem flestir rói í sömu átt. Oftast þetta svona vandamál þar sem mjög margir einstaklingar, fyrirtæki, ríki eru með, hafa áhrif og þurfa þá að róa í sömu átt til þess að gera einhverjar breytingar. Og hvernig hægt að hafa áhrif á sem flesta? Þetta eitthvað svona sem að bara grísku heimspekingarnir pældu í fornöld og fullt af sálfræði rannsóknum hafa verið gerðar á og félagssálfræði sem að ég doktor í. Og það eru þessar svona fortölur sem að við notum til þess að reyna að hafa áhrif á fólk. Og hvernig getum við átt mannleg samskipti þannig að það hefur áhrif á skoðun, viðhorf og hegðun annarra. Og það bara fullt af rannsóknum sem að bendir á að áhrifaríkasta leiðin að segja sögur. Við notum nefnilega sögur til að skapa merkingu í okkar eigin lífi og við föttum ég meina góðsögur og dæmisögur biblíunnar og Íslendingasögurnar. Það eitthvað sem að hefur lifað af í gegnum aldirnar og það í rauninni ótrúlegt hvernig þessi þekking lifir af. En af því hún í svona söguformi þá berst hún frá manni til manns og eitthvað sem að einhver skrifaði fyrir mörg 100 árum hefur ennþá áhrif í dag. Þannig að það mikilvægt að við byrjum að átta okkur á því hvaða loftslagssögur við erum að segja. Hvað sögur erum við að segja í kringum umhverfið og leiðin sem við erum að flytja þessar sögur góð leið til þess að hafa áhrif á sem flesta. Þannig að þarna þetta hvernig sem að skiptir líka miklu máli. Og þetta eitthvað sem ég tek úr samantekt frá loftslagsráði sem að mjög áhugavert að loftslagsráð benti á. Að spurning sem stjórnvöld og samfélagið allt stendur frammi fyrir ekki hvort kolefnishlutlaust Ísland sé möguleiki, heldur hvers konar kolefnishlutlaust Ísland fellur best að framtíðarsýn þjóðarinnar. Margar leiðir eru færaðar þessu marki. Leiðin sem farin
verður mun ráða úrslitum lífsgæði og hagsæld þeirra sem landið munu byggja. Og ég held að sama viðhorf gildi í rauninni grænan lífstíl. Spurningin ekki bara hvað það sem við þurfum að gera til þess að tileinka okkur grænan lífstíl. Það náttúrulega alls konar þekking það og við getum komist að því að það mikilvægt kannski að draga úr flugferðum heldur en að flokka mjög nákvæmlega og ýmislegt svona sem maður getur séð. En svo líka spurning hvernig við ætlum að fara að þessu. Hvernig ætlum við að iðka grænan lífstíl og getum við gert það þannig að við styðjum við lífsgæði og hagsæld á sama tíma. Og ég kem að þessum hugsunarhætti í gegnum rannsóknarverkefni sem ég tók þátt í fyrir nokkrum árum. Og þetta byrjaði í rauninni á því að í rannsóknarverkefninu þá spurðum við þátttakendur þessara spurninga, svona cirka. Ímyndið ykkur að árið 2030 og okkur tókst að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. Hvernig það samfélag frábrugðið því samfélagi sem í dag? Ég ætla að biðja ykkur aðeins að ímynda ykkur svari við þessari spurningu. Sem sagt, hvernig lítur samfélag út sem að tekst að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga? Og þá ég ekki að hugsa hversu mikið af CO2 ígildum í loftinu, heldur hvernig samfélagið sem að tókst að takast á við þessa áskorun, hvernig það og það var þessi framtíðarsýn sem að við vorum að skoða í þessu rannsóknarverkefni og hvernig í rauninni svona framtíðarsýni geta haft áhrif á hvað okkur langar til þess að gera í dag og hvað við gerum í dag. Og niðurstöðu verkefnisins kannski hægt að taka saman svona. Ok, við getum spurt okkur, hvað það sem við þurfum að koma í verk? Jú, við þurfum að koma í verk áhrifaríkum loftslagsaðgerðum. Svo getum við spurt okkur, hvað það sem fólki finnst nú þegar hvetjandi? Það svona, almennt séð finnst mjög mörgum hvetjandi að sjá tæknilegar framfarir, líka efnahagslegar framfarir og félagslegar umbætur. Gengur að blanda þessu saman? Já, ok, það áhugavert. Það sem að við allavega sáum í þessari rannsókn, það sem að við vorum með þátttakendur frá 24 löndum frá öllum heimsálfum, var að ef þátttakendur trúðu því að loftslagsaðgerðir hefði í för með sér tæknilegar og efnahagslegar framfarir og að loftslagsaðgerðir hefði líka í för með sér að samfélagið yrði einhvern veginn vinalegra af því að kannski fólk að vinna betur saman, þá það meira tilbúið í dag að taka þátt í loftslagsaðgerðum. Og þetta voru bæði svona loftslagsaðgerðir eins og að breyta eigin hegðun, var maður í meira mæli tilbúin til að gera, en líka taka þátt í alls konar svona samfélagslegum aðgerðum eins og til dæmis bara aktivisma eða skrifa undir einhverjar yfirlýsingar eða þrýsta stjórnvöld eða tala við vini og svona. Og þetta var svona samband sem við fundum og það var til staðar jafnvel þegar var búið að taka tillit til að fólk með mismunandi pólitískar skoðanir og fólk hefur mismikinn áhuga á loftslagsmálunum. Þannig að jafnvel þeir sem höfðu kannski lítinn áhuga á loftslagsmálum, ef þeir trúðu því að loftslagsaðgerðir hefðu í för með sér svona ávinning fyrir tæknilegan og efnahagslega framfarir, að þá var það meira tilbúið til þess að gera þetta. Jafnvel þó það hefði ekkert svo mikinn áhuga á loftslagsmálunum, sem mjög áhugavert. Og líka þetta átti jafnvel við þá sem voru tortrygnir á það að loftslagsbreytingar ættu sér stað og væru af mannavöldum. Og það svona kannski það stóra sem ég lærði af þessu verkefni, að stundum maður komin ofan í svona skotgrafirnar og kannski lentur í því að rökræða við eitthvað sem að afneita við á loftslagsbreytingum og svo
kemur maður með meiri gögn og meiri upplýsingar og reynir að færa ennþá betri rök fyrir sínu máli. Stundum þarf maður kannski bara aðeins að bakka og hugsa, þú veist, í hverju felst andstaðan og er einhver svona sameiginlegur vettvangur sem við getum mælt? Er eitthvað annað en bara minna CO2 í andrúmsloftinu sem að getur komið sem jákvæð afleiðing af því að við erum að taka til í umhverfismálum. Og þetta kannski svona ná saman í að við þurfum að hafa hvetjandi framtíðarsýn. Og mér finnst eins og markmið Parísarsáttmálans er að halda sig innan við 2 gráðu hlýnun eða 1,5 gráðu hlýnun. Það er gott markmið svona sálfræðilega séð af því að það er svona nákvæmt og maður er búin að einfalda mjög flókin hlut niður í eitthvað sem er svona nákvæmt og einfalt. Það er auðvelt að muna þetta. En það sem vantar kannski er þessi svona tilfinningarlega tengsl. Að fólk er kannski ekkert með svona rosalega bein tengsl við hvaða þýðir að hlýnun jarðar sé svo og svo margar gráður. Og dæmi mjög hvetjandi framtíðarsýn er til dæmis þessi sem að John F. Kennedy færði fram 1961 til þess að reyna að fá fjármagn fyrir tunglferðinni sem að var síðan farin. Og hann segir sem sagt að hann trúir því að bandaríska þjóðin eigi að ákveða að ná markmiðinu að áður en að áratugurinn er liðinn að takast að fá einhvern mann að lenda á tunglinu og hann komist öruggur aftur til jarðar. Og þetta er svo rosalega gott dæmi svona hvetjandi framtíðarsýn og hvetjandi sögu. Að í þessari einu setningu þá tekst John F. Kennedy að setja upp framtíðarsýn sem er skýr, áþreifanleg, dálítið óvænt. Það var einhver sem að datt í huga að maður kæmist til tunglsins kannski beint á þessum tíma. Hún er líka tilfinningarík af því að maður var svona að reyna hið ómögulega og þetta er sagt í sögu. Þetta er maður sem að fer til tunglsins og hann fer aftur tilbaka. Og við verðum einhvern veginn að reyna þegar við erum að tala loftslagsmál og ýmis umhverfismál að sjóða þetta niður í eitthvað svona til þess að geta átt betri svona talað svona á aðgengilegri hátt þessi mál og á meiri hvetjandi hátt. Og ein svona hvetjandi framtíðarsýn sem að tengist loftslagsmálunum, það er framtíðarsýnin sældarhagkerfið. Þá er maður að reyna að segja svona nýja sögu í loftslagsmálum. Og sagan gæti verið einhvern veginn svoleiðis að okkar nútíma samfélagi hefur tekist að skapa ótrúlega efnislega velferð og ef horft til þess hversu margir sultu á árum áður. En síðan svona cirka 1970 hafa þessi sömu lönd ekkert endilega orðið svo mikið hamingjusamari. Og þá getur maður spurt sig, maður hefur nýtt sér náttúrulega auðlindir til að skapa mikla hagsæld, en ég held að í mörgum löndum, og þetta á örugglega við Ísland, þá getur maður spurt af hverju erum við að nota allar þessar auðlindir til að skapa efnisleg gæði ef ekki til þess að reyna að ná fram einhverju meiri sæld og einhverju meiri hamingju. Við höfum alltaf lengi verið að einblína fyrst og fremst á landsframleiðslu og í staðinn ættum við kannski að reyna að mæla lífshamingju og sæld með vísindalegri nákvæmni. Við verðum að stefna samfélagi sem okkur langar að búa í og loftslagsvænna samfélag, það þarf alls ekki að vera í andstöðu við hamingjuríkt samfélag. Af því að margir af þeim hlutum sem eru umhverfisvænir geta líka fært okkur hamingju og við fáum hamingjuna er ekki bara að finna í dótinu okkar. Ein svona
dæmi hvernig fólk hefur verið að reyna að ná þessu sældarhagkerfi bara gera það að einhverju alvöru donut economics. Það sem sagt kleinurhringja hagfræði og hún snýst í rauninni það að maður hugar að mörkum plánetunnar. Það er sem sagt mörk sem við ættum ekki að ræna að fara yfir, en maður hugar líka að þessum félagslega grunni og hann svona að finna til dæmis í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þetta svona leið til að samþætta heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna við mörk náttúrunnar, auðvitað taka mikið af heimsmarkmiðum tillit til umhverfisáhrifa, en þessi mynd sýnir líka kannski hvernig umhverfið og hvernig plánetan forsendan fyrir allt annað. En líka mikilvægi þess að þegar við förum í loftslagsaðgerðir að við hugum að því að það fullt af mannlegum þörfum sem við þurfum að reyna að uppfylla líka. Þannig að og sem sagt, já, hún sem að gerði þetta, Kate Raworth held ég hún heiti, hún hefur verið að vinna til dæmis með samfélögum eins og Amsterdam svona tilraunaborg sem að reyna í sinni stefnumótun að vinna með þessu og að fá sem sagt samfélagi Amsterdamborgar til þess að svara því hvernig myndi það líta út ef fólkið í Amsterdam myndi þrífast og svo að svara því hvernig það myndi líta út ef það þrífst innan marka plánetunnar, hvernig það lítur út ef það bæri virðingu fyrir heilbrigði allrar plánetunnar og líka hvernig það myndi líta út ef það myndi bera virðingu fyrir öllu fólki á jörðinni. Þannig að maður reynir alltaf að hafa öll þessi sjónarmið þegar maður að móta stefnu. En svo, þetta nú kannski svona stóra sviðið, svo getum við líka hugsað aðeins meira einstaklingssviðið og hérna dæmi loftslagsstýrlinga og loftslagssyndgarar. Þetta svona spurning hvaða sögu við erum að segja okkur. Að oft hugsum við að þeir sem að gera eitthvað í loftslagsmálum eða umhverfismálum, þeir eru einhvers konar dýrleikar. Þeir eru að lifa eftir þessum dygðum 7, hreinleika, hófsemi, kærleik, dugnaði, þolinmæði, góðvild og auðmýkt. Og það er alveg virkilega dæmi hvernig maður getur notað þessar dygðir til þess að vera umhverfisvænni. Með dugnaði þá getur maður kannski hjólað í vinnuna og ef maður sýnir skónum sínum kærleik þá fer maður með þau í skóviðgerð og borðar hreinan og lífrænan mat. En það er líka hægt að vera brisk manneska og samt sem áður vera loftslagsvæn. Við þurfum ekki kannski öll að vera dýrlingar og svo spurning hvað skila mestum árangri, en stundum getur verið gott að snúa þessu við ef maður einhvern veginn fastur og vill ekki fara inn í þessar dygðir. Að það er hægt að gera loftslagsmálin og umhverfismálin munúðafull. Til dæmis er mjög lítil kolefnisáhrif á því að fara í nudd. Mér finnst mjög gaman að hugsa nudd sem einhvers konar loftslagsaðgerð. Það líka getur verið gott að vera reiður stundum og mótmæla skorti á loftslagsaðgerðum. Við getum nýtt okkur leti til þess bara hreinlega ferðast minna. Þannig að það eru ýmsar nálgunir á þessu. Svo er önnur leið sem að atferlisfræðin mæli með. Og það er að við förum austur þegar við erum að reyna að breyta hegðun okkar. Og það þýðir að við gerum það auðvelt, unaðslegt, samfélagslegt og tímanlegt. Til dæmis er hægt að auðvelda sér að hjóla í vinnuna. Ég gerði það sjálf, ég átti mjög erfitt með að hjóla í vinnuna, en svo fekk ég mér rafmagnshjól og góð hlífðarföt og þá allt í einu var það ekkert mál. Og sama bíllausan lífstíl, ef maður fær mat sendan heim einu sinni í viku, þá getur maður sleppt bílnum allan mánuðinn. Það er líka hægt að gera þetta meira unaðslegt. Til dæmis var ég að nefna þetta að nudd getur verið loftslagsaðgerð. Við getum reynt að skipta yfir úr að neyta og kaupa vörur og kaupa í staðinn þjónustu og með því gera það aðeins unaðslegra að vera umhverfisvænni.
Það kostar sko 70.000 kall sirka á mánuði að reka bíl, þannig að það frekar unaðslegt að allt í einu eiga 70.000 kall á mánuði sem maður getur gert hvað sem við, eða bara einhvern veginn reyna að hafa almennt jákvætt viðhorf til umhverfismála. Ég syng oft Circle of Life þegar ég flokka lífrænt, mér finnst það mjög gott lag, þannig að maður getur svona reynt að skemmta sjálfu sér. Það líka gott að gera þetta samfélagslegt, af því að oft finnst maður vera svolítið einn í því að vera umhverfisvænn eða einn í því að hafa áhyggjur á loftslaginu, og þá gott að tala við fólk og spurja vin líka ef maður óöruggur eitthvað, hvort eitthvað sé rétt flokkað eða ekki. Maður getur líka boðið kollegunum far ef maður að keyra í bíl í vinnuna, og þó að það sé aldrei umhverfisvænt að vera á bíl, að þá það samt betra að það sé fleiri bíl heldur en einn í bíl, og þá sýna rannsóknir líka að ferðin verður skemmtilegri. Maður getur reynt að ná einhverjum markmiðum með öðrum, til dæmis að fara saman með fjölskyldunni sinni í kaupstopp, eða hafa skiptimarkað með saumaklúbbnum þar sem maður skiptist á fötum. Þannig að það ýmsar leiðir til að tengjast við fólk og gera þetta skemmtilega. Að lokum getur maður reynt að gera hlutina tímanlega, og það snýst í rauninni mikið að bara skipuleggja sig betur. Maður getur sett svona smart markmið sem eru þá skýr, mælanleg, aðlaðandi, raunhæf og tímasett, þar sem við reynum að bita niður hvað það sem við ætlum að breyta í umhverfismálum. Til dæmis hérna einhver sem með stórt markmið að skipta úr einnota yfir í margnota, og svo bita maður það niður í minni hegðun, eins og til dæmis að maður ætlar að byrja að nota fjölnota kaffimál þarna í febrúar og ætlar að vera því í mánuð, og svo fer maður aðeins yfir, hvaða hindranir í veginu fyrir þessu. Já, maður gleymir oft fjölnota kaffimálinu heima, en þá getur einhver lausn verið til dæmis að pakka því í töskuna mína á hverju kvöldi. Og með því að skipuleggja sig þá bara segja rannsóknir, þá aukast líkurnar á því að manni takist betur til allavega. Já, þetta var það sem ég ætlaði að tala í dag, og svo bara vona ég að þið komið með einhverjar spurningar, því að það væri mjög gaman að heyra hvað eitthvað finnst. Já. Já, bara endilega skrifið spurningar inn í spjallið hér til hliðar. Mér svolítið skemmtilegt að tala sögur og að þessi 2 gráðu markmið, þetta væri einhvern veginn svolítið erfitt að tengja við þetta og svona, það er betra að segja sögu. Langar að nefna eitt sem ég heyrði einu á fyrirlestri, sem saga sem ég tengi rosa vel við, sem fær mig til að sjá svona sjónrænt betur fyrir mér hvað þetta þýðir, og það maður ímynda sér það að vera með hita sem manneskja. Að vera með, 0,5 gráðu hita eða eitthvað, maður alveg freka bara, maður svona nálægt sjálfum sér og getur alveg mætt í vinnuna, þó það sé ekki skynsamlegt, maður getur gert ýmislegt. En þegar maður með 38 stiga hita, þá maður alveg svolítið slappur og það allt aðeins erfiðara. Þegar maður með 39 stiga hita, þá það ennþá erfiðara, og svo bara eftir því sem hækka meira, þá allt bara komin í kóma. Þannig að þetta svona, mér finnst þetta góð saga til að sjá þetta fyrir sér, og maður yfirfæri þetta yfir á bara, yfirfæra vistkerfin yfir á sín eigin líkama, og skilur maður aðeins betur. Þetta brjálað að hækka allt svona mikinn hita. Mér finnst þetta skemmtileg saga. Þetta mjög gott dæmi. Ég myndi bara liggja í rúminu allan daginn ef ég væri með 39 stiga hita, Já, þannig þetta svona, mér finnst þetta ágætis hvatning til þess að bara halda hitanum sem halda hækkunni sem minnstri. Það ekki komnar neina spurningar inn ennþá. Hvernig, spurning, einhver sem vilja setja spurningar? Eitthvað sem að þið langar að nefna, Gróð, svona einhverja breytingar sem að þú hefur séð í kringu þig eða gert sjálf, eitthvað sem hefur tekist, það sem fólk hefur náð einhvern veginn að nýta þessi ráð sem þú nefnir til þess að lifa grænari lífstíl? Ég held að ég get líka bara að byrja með að segja bara aðeins frá mér, að þegar ég kannski byrjaði að hafa áhuga á þessu fyrir
10 árum síðan eða eitthvað svoleiðis, þá held ég að viðhorf mitt hafi verið eins og bara hjá mjög mörgum sem hafa áhuga á umhverfismálum. Að maður þurfi bara að gefa fólki meiri upplýsingar þetta og þá muni það bara einhvern veginn taka við sér. Og þessi rannsókn sem ég var að segja frá, hún breytti svolítið þessu viðhorfi hjá mér. En líka bara hvernig maður getur átt að segja á því að ef maður leggur rosalega mikla kröfur á sjálfan sig og á einstaklingin almennt, þá getur verið erfitt að halda því áfram til lengdar. Ef maður með rosalega sterka tilfinningu að þetta alltaf fara til fjandans og þetta svo erfitt og við þurfum að gera svo mikið og við þurfum að gera núna, að þá, þú veist, það bara dæmum að fólk brenni út. Og þess vegna svo mikilvægt að hafa þessa sálfræði svona með í þessu að sko, hvernig getum við verið með eitthvað markmið að hafa, þú veist, betra umhverfi og vinna í loftslagsmálum og ekki gefa, þú veist, neinn afslátt og í alvörunni gera einhverjar aðgerðir á sama tíma og að við bara höldum áfram, gefumst ekki upp og notum ekki umframorku í að breyta þessu. Þetta svolítið svona erfið balans stundum, en mér finnst rosa mikilvægt að mæta sjálfum sér og öðru fólki með mildi, að við erum að fordæma ekki of mikið í þessum umhverfismálum, af því að sumir bara, þú veist, meika ekki umhverfismálin af því að það er of mikið af fordæmingum. Og mildi þýðir ekki að maður sko sé að afsaka slæma hegðun, heldur frekar að það alltaf í lagi að vera breyskur og svo bara höldum við áfram. Við bara setjum okkur markmið, svo kannski tekst það ekki alla leið og þá bara tökum við eftir í, þetta tókst ekki alveg, það var nú leiðilegt, en ok, reynum betur næst og aftur og meira. Þannig að, þú veist, maður gefist aldrei upp. Akkurat. Hér komin önnur spurning. Hvernig mælirðu með að fá fólk í kringum sig til að tileinka sér sjálfbærari lífstíl með manni? Já, ég held bara, þú veist, ég veit ekki, ég held að það sé mjög gott að vera bara svona opin og stundum til dæmis kannski gott að tala bara sinn eigin breyskleika og hvað maður sjálfur að glíma við og þá kannski auðveldara fyrir aðra að tengja. Þú veist, þannig að ef maður kannski segir, ég get til dæmis, ég kannski ætti að tengja betur við Toppu í þessu, að mér finnst ég ekki vera að standa mig nógu vel í fatarsóunamálum og ég veit að Toppa hefur mikinn áhuga á því og mikill sérfræðingur því. Segja bara, þú veist, við Toppu bara, þú veist, mér finnst þetta svolítið erfitt. Þú veist, gætum við reynt að gera eitthvað saman í þessu og hvernig finnst þér þetta og reyna kannski svona að tengja bara í gegnum það að maður mannlegur og kannski bjóða þessu upp á sjálfan sig í sama tíma. En já, ég veit ekki hvað. Já, nei, akkurat. Að maður svona sýni að maður ekki sjálfur fullkominn og svona leita eftir aðstoð annarra. Mér finnst reyndar mjög gott dæmi sem þú nefndir á Glærum áðan með að þú veist, gera kannski breytingarnar sem maður vill gera skemmtilegar, til dæmis með því að vera með fataskipti markað í saumaklúbbnum. Mér langar til dæmis sjálfur svolítið að mér hefur verið mikið hugsað til saumaklúbba, mér langar að endurvekja saumaklúbba sem raunverulega saumaklúbba þar sem að maður hittist og gerir við fötin sín eða eitthvað, þú veist, að gera svona hluti sem umhverfisvænir saman, get ég ímyndað mér. Ertu ekki sammála að það sé svona ágætis hvatning og þessi spurning sem við fengum að ef maður einhvern veginn sýnir fram á að þessar breytingar bara ótrúlega skemmtilegar og jákvæðir og samfélagið sem umhverfisvænt samfélag, það fallegra og bara frábært samfélag. Þú veist, það ekki bara því við þurfum að gera það, heldur líka bara því það svo margt skemmtilegt í sjálfbæru samfélagi. Þá já. Algjörlega og það til sko fullt af dæmum þar sem að þetta verður að veruleika. Ég held til dæmis að allt átakið Plastlaust september og búðin Vistvera svona dæmi bara, þetta bara eitthvað fólk sem var að hittast og elda mat saman held ég, þú veist.
sem bara hafði áhuga á þessu og þetta var svona til að dreifa álaginu að elda kvöldmat, að einhver svona byrjaði að taka saman og elda saman. Og það bara, ótrúlega skemmtilegt og pæliði, hvað verður svo úr því á endanum og kannski einmitt af því að, það var eitthvað svona samfélagi kringum það og maður var að tengjast. En svo líka, ég held að það séu svona dæmi það heitir eitthvað svona transitioning towns sem svona fyrir minni samfélög sem að byggja sig upp og svona tengjast við samfélagið og ræturnar og svona hvernig þið vinna í umhverfismálum. Ég held kannski líka margir sáu kannski heimildamyndunum Sittaslow sem að, nú er ég bara að gleyma hvar það er. Það er staður já, sem að vinna með svona að lifa hægara og hæglátara lífi og það bara virkir allt samfélagið. Ég held að það hafi gefið ótrúlega mikið, sko. Akkurat. Kannski finnum við hlekk og deilum með fólki á þessa mynd. Ég held að ég hef ekki séð hana. Já. Við sjá, nú eru konar fleiri spurningar held ég, eða ekki. Getur tengt þennan lífstíl meira inn á vegan lífstíl? Ég held bara að það sé fullkomlega hægt, sko. Og ég held bæði, sko, þetta vegan kannski hvað, hvað eigum að gera, en það örugglega hægt að hafa mismunandi nálgun, varðandi vegan lífstíl, að gera það á mismunandi hátt, en svo held ég líka bara að sé ákveðið samfélag sem að tengist því að maður vegan. Ég held að margir sem að vegan einhvern veginn finni að þeir heyra saman í einhvern hóp og styðja einhvern annan og svona. En svo náttúrulega ýmislegt, sko, kannski það sem erfitt stundum með hópa að maður að skipta fólki í hópa og ég held að það sé smá vandamál að maður kannski búin að skipta fólki í kjötætur og vegan og fólk verður einhvern veginn svona velja síðu, velja hlið og þá getur líka verið gagnlegt að taka þetta meira í skrefum og skilgreina fólk ekki. Þannig að það að þú þarft ekki að skilgreina þig á einhvern ákveðin hátt til að borða hummus, Þú þarft ekki vera búin að ákveða fyrirfram að ég vegan og mun verða vegan, en áður ákveður að borða hummus í hádegismat. Þannig að, já, ég held að það geti virkilega verið kostir, ef maður vill fara þá leið að tengjast því samfélagi, en það líka mikilvægt að allir kannski ekki eftir að tengja við það samfélagi og finna leiðir til þess að svona bara auka hlutfall af grænmeti og plöntupróteinum í mat, bara af því að það hefur náttúrulega jákvæð áhrif á umhverfið og heilsuna líka. Akkurat. Getur þú sagt okkur nánar frá því hvernig samfélag fólk sá fyrir sér í rannsókninni sem þú myndist á í upphafi? Við vorum með svona einhverja lýsingar þar sem að fólk fékk að ímynda sér, en aðalega vorum við að tengja þetta við svona bæði gildi, gildi fólks í þessu ímynda framtíðar samfélagi, en líka svona eiginleika samfélagsins, eins og til dæmis hvort að þetta sé tæknivætt samfélag eða hvort að þetta sé, hvort að þetta sé, það sé góðar efnahagslega forsendur og svona. Þannig að þetta voru svolítið svona tilbúnir skalar sem að tengjast inn í bara aðrar rannsóknir og það sem ég nefndi, þetta voru eiginleikarnir sem kannski stóðu upp úr þetta með efnahagslega ávinningin og tæknilega ávinningin, þær framfarir og svo þetta með vinalegt samfélag sem að mér finnst svolítið svona krúttlegt en sem sagt fólk einhvern veginn ímynda sér að samfélag sem hefur tekist að takast á við loftslagsbreytingar, að þar sé fólk hreinlega meira næs. Og ég held að það sé kannski alveg rétt af því að ef við ætlum að ná einhverjum árangri í loftslagsmálum þá þetta svo mikið samvinnuverkefni. Þetta ekki spurning mig og minn lífstíl og þig og þinn lífstíl heldur að tengjast sem bara
einstaklingar, samfélög, ríki, allir þurfa að byrja að vinna saman til þess að ná árangri. Þannig að ég held að já, það getur verið loftslagsaðgerðir að vera meira næs, sko. Núna hrúast inn spurningar. Eru komnar einhverjar hugmyndir hvernig var hægt að mæla sæld? Já, það ég var að vinna á Hagstofunni áður en ég kom til Umhverfisstofnunar og það eru alls konar leiðir og í rauninni Ísland nú þegar að gera svona mælingar. Vandamálið kannski að maður ekki búin að taka út landsframleiðslu mælingarnar og hefur það bara svona til hliðar og þetta kannski ekki búið að svona taka þetta inn í alla ákvarðanatöku nógu mikið. En þetta sem ég nefndi með kleinuhringjahagkerfið, það að því ég búin að lesa alveg bara, hundraðir leiða til þess að mæla þetta. Mér finnst það að vera svona, mér finnst það besta einhvern veginn hugmyndafræðilega kerfið af því að mér finnst það taka inn svo skýrt þessi mörk plánutunnar og og líka, hvar gólfið hvað við viljum ekki að verði svona slæmar félagslegar afleiðingar. Og þar þetta líka hugsað sem mjög svona praktist að takist inn í alla ákvarðanatöku og eitthvað svona. Þannig að ég að vona að ég að reyna að pota því að Hagstofuna að reyna að koma þeim mælingum að því svona þeirri hugsun. Og ég mæli mjög með bókinni Donut Economics ef að maður hefur áhuga á þessu. Ok, klikja. Svo bara tvær ábendingar, góður punktur að mæta sjálfan sem mildist, það segir einhver. Svo nokkur að benda á að Sittarslá á Djúpavogi og jafnvel, já, og Hrísey, segir einhver líka. Og það komin inn hlekkur á myndina inn í spjallið. Og svo önnur spurning. Hvernig sérðu muninn á top-down stjórnun versus bottom-up þegar kemur að atferlisbreytingu fólks með tilliti til græns lífstíls, til dæmis flokkun á heimilissorpi? Það hvar sérðu að breytingar þurfi að vera knúðar af stjórnvöldum, top-down, frekar en að fólkið ákveða að breyta hegðuninni sjálft, bottom-up? Einmitt. Ég held að mjög oft, maður kannski að hugsa þessi mál sem annarkvort eitthvað svona lagasetning og íviljanir sem að stjórnvöld snúa, gera og svo þetta svona vitundavakningar og maður verður að fá fólk að afla sér meiri þekkingu og eitthvað svona. Og ég hef haft mikinn áhuga á því sem að gerist inn á milli og það snýst mikið að breyta bara svona normum í tengslu við þetta, bara svona þetta eðlilegt að við gerum, en svo líka hversu auðvelt eitthvað og þar held ég að sé mjög mikilvægt þegar kemur að flokkunarmálum að kannski maður sér stærstu breytinguna þegar þetta auðvelt fyrir fólk. Þannig að aðgengilegar flokkunartunnur, skýrar flokkunartunnur, ég meina, eins og ég til dæmis, ég elska lífrænt rusl og alltaf eitthvað að syngja The Circle of Life fyrir sjálf mig, en ég hef ekki getað flokka lífrænt í svolítinn tíma af því að það bara engin staður sem að tekur á móti fyrir mig. Þannig að þá það ekki, þá brestur það ekki á minni þekkingu eða mínum vilja eða mínum viðhorfum, heldur það í rauninni að það ekki boðið upp á þennan möguleika allstaðar. Þannig að þar held ég að ábyrgð stjórnvalda sé mikil. En sem einstaklingar þá getum við kannski sagt stjórnvöldum frá því þegar við erum tilbúin og það náttúrulega líka loftslagsaðgerðir að krefjast ábyrgðar og þrýsta á stjórnvöld og koma einhverja stað þar. Akkurat. Það held ég ekki fleiri spurningar en já, mér langar bara aftur til þess að hvetja fólk til þess að hlusta á þessi gömlu umhverfisvörp og bara benda líka á, eins og þú bendir á Gró, að ef að fólk vil einmitt vita, ef það rosa tilbúið breytingar og veit ekki hvað á að gera, þá eru vefsíða grænn.is sem á vegum Umhverfisstofnunar
Og samengegnsóun.is, það alls konar svona hvað á ég að gera, ekki kannski hvernig maður fær sjálfa sig til að gera það. Það meira það sem að þú ert búin að vera að lýsa hér. Af því að við kannumst örugglega mörg við það, við vitum nákvæmlega hvað við þurfum að gera, en bara hvernig komum við okkur í það og þú ert búin að fara vel yfir það, Gró. Ég bara þakka þér kærlega fyrir allan fróðleikinn og þakka öllum hinum fyrir að hlusta. Já, takk í dag. Bye. Bye bye.